Góðan daginn, ég ætla að fjalla hérna aðeins 150 ára sinna gegn Pyrkvörn. Hún byggir sem sagt á því að hvítu febrar með drottningun á D2, riddari F3, langkrókerar og biskup H6. Og ég held að nafnið sé komið frá út af því að þetta alveg jafnvel að byrjandi gæti skilið þessar hugmyndir. En það er allavega eftir því sem ég veit best. Gauti Páll, þú bara leiðrétti mig að segja ykkur vitleysu. En við skulum kíkja á þetta. Sem sagt, C6 er Karo Kan, Pyrk, svona aðalínan í Pyrk, en svartur býður með að leika biskup G7. Við ætla að sjá hvað hvítur ætlar að gera. En við getum kannski byrjað að skoða biskup G7. Hvernig best að tefla mótið því. Það er bara drónu D2. Hrókering, löngkrókun, C6. Svartur ætlar auðvitað að reyna að leika B5. Sérst ná einhverju svona counterplay hérna á drótningvæng. Og biskup H6. Plain and simple. B5 og F3. Hérna myndum við leika F3. Þetta er eina undantekningin og hvítur virðist bara vera langt á undan H4, H5 að koma. Ég myndi, þetta er hættulegt fyrir svartan að mínum mati. Sjáum, þetta er mjög einfalt sko. Aðri leikir eru riddari G4 getur verið option. Reyndar slæmur option á mínum mati. Biskup F4 er ágætislaust. Það er þetta ekkert aðeins biskup G5 en getur delt svona. Og sjáum að peð á F4 er veikleiki. Og hvítur er bara að fara að ná í þetta F4 peð hérna mjög fljótlega, þannig að það lítur ekki nóg vel út. Skulum bakka aðeins. Nú, A6 er eitthvað sem ég hef tekið fyrir áður ef mann rétt frá Sjónóri Svarts, en það er hugsanlega skásti leikurinn í þessar stuð, en ég ætla ekki að fara yfir það aftur núna. Nú C6. Riddari F3. Við leikum ekki F3 í þessum variant. Og ætlum okkur að leika drónu D2. Riddarinn F3 styður vel við E5 í einhverju stöðum og einnig við sóknin á kongsvæng. Nú biskup G7 er mainline, við skulum skoða aðra valkosti fyrst. Já, það er sem sagt riddari D7 eða B5. Og riddari D7 væri best að fara með E5 sem fær upprópunarmerki og skal sýnda bara snöggt, drepið og biskup D4. Og hér hótum við E6 í næsta leik. Og svartur er bara í vandræðum hérna, hann er riddarinn á G4 er ekki vel staðsettur. Nú riddari G4 strax, þá er bara biskup D2 upprópunarmerki. Og H3 skjótum inn H3 til að geta tekið á E5. Og hvítur fórnar peði tíðanbundið en það er mjög sterkt frumkvæði sko. Riddarinn getur farið á G5 setna, biskupinn á C4. Og hvernig ætlar svartur að klára liðskipan, það er stór spurning sem hótu við hróknum með þetta H8. Og það er ekki svo auðvelt að finna góðan leik. Þannig að hér sjáum við að riddarinn á F3 hann styður vel við E5. Nú B5, svartur ætla að segja að bögga eða áreita hvítan með B4. Og því svara með E5 upprópunarmerki.
og segjum rittari G4 þá biskup F4 bara. Það mjög þægileg staða á hvítan að mínum mati. Það til að leika drónu D2 þá fyrir H3 að vera hótun og svo framvegis. Nú B4 og hvítur verið stenda peð yfir í þessu. Sjáum bara dreipið á C3, peð yfir. Þannig að B5 ekki góður leikur. Nú biskup G7, það aðalvarianturinn. Biskup G7, drónu D2 og verkefni hjá hvítum að skipta upp á svartærda biskupnum hjá svörtum, fara að leika biskup H6 og stefna á einhvers konar sókn seinna. Nú stuttrókun mainline, en við skulum skoða svona einhverja aðra línu líka ágætt. Drónu A5 virkar eitthvað alveg undarlegur leikur á mig. Biskup D3 virkar ágætur, valdar E4 peð. Nú rittari G4. Ég sé ekki alveg að það make sense hérna. Held að biskup F4 sé bara einfaldlaust, út H3. Biskup G4 getur verið leikur, en það hefur hérna skemmtilega laust með rittari H4, drónu K5 og G3. Og já, svartur svolítið svona klaufalegur. Við getum alltaf farið að leika, við getum jafnvel bara farið að stuttrókera eða leika H3. Þetta góð staða á hvítan. Nú aðri leikir eru B5 sem vafasamleikur, biskup H6. Já, og semst hvítur fórnar peði en fær stórhættulegt frumkvæði sko. Þetta hefur nú telst sko. Held að Helgi Ársaður með svart á múti Lars Óskar Háge frá Noregi. Þetta heldur þetta vissi ekki svona, en hvítur fær sem sagt svo sterkt spil hérna á A-línunni sko. Hótum A7, svartur með kóngin og E8. Það alls konar vandræði sko. Hugsanlega þetta G5 leikur, þá hóttum við drónu G7 og bara svona sem dæmi að segja tölvunum sé +1 á hvítan og hann peð undir, þannig að hann lítur á nokkuð gott. Þannig að það bara þessi peðsvörn sem mjög sterk. Hvítu var sterkt frumkvæði sko. Og muni eftir A3 hérna. Þannig að B5 ekki góður. Rittari D7 líka biskup H6. Og dreipið. Og E5 það var H3 bara, valda G4 reitin. Og svo langkrókira. Það var A5 og E5. Hótum hérna. Já, getur verið, það bara svartur svo langt á eftir, rittarinn á F6 fyrir eitthvað í burtu á drónu G7, sjáum það. Það bara katastrófa, syns mér. Þannig að, skulum baka. Og H6 til að koma í veg fyrir biskup H6, en alltaf gallin við H6 að svarti getur ekki hrókir og þá missir hann bara peða á H6. Þannig að H3 góðleikur, komum við fyrir alla rittari G4 hugmyndir og B5 þá bara A3 og hvítur með betra. Hvítur með gæti verið með hugmyndir eins og biskup D3 bara og E5 virkar röggrétt á mig og svartu þurfa alltaf að velta fyrir sig hvað að gera við kóngin sko, hann er fastur á E8 þannig að ok, D5 hefur reynt þá held ég að sé ágætt laust kemur alveg ekki reyna að leika E5 en
þetta virðist vera nokkuð gott á hvítan. Biskup B5 getur verið að koma á svartur fastum kóngin og E8. Biskup G4, H4 ætlaði að mæla með. Við getum verið að svolítið spurning hvað er svartur að gera með biskupinu G4 sko, hann ætlaði ekki að drepa F3 og löngrókun. Ég held að þetta sé nú mjög vanlegt á hvítan. Biskupar og ekki svo veldur í svartan að hrókera stutt allavega. Nú riddari G4 hótar biskunum. Biskup F4 er atriðsleikur hérna erfitt fyrir svartan að hrókera út að H3 og vinnum piða H6 og H3. Við erum að leika H3 til að koma við fyrir þetta H5, þannig getur náði biskupin. H3 þetta minnir svolítið á svona London system. Við erum með reit á H2 fyrir biskupin og svartur er búin að veikja sig á kóngsvagnum. Ég myndi segja að þetta verið mjög vanleg stað á hvítan. Já, þá er það hrókering sem mainline. Hrókering. Biskup H6. Nú hérna er B5 aðalínan, við getum skoðað aðra leiki, riddari D7, kemur bara H4 og hvítur mun valta yfir svartan á kóngsvangsins með H5. Biskup G4, H4 eins og aðan, H5 upprápunummerki. Þetta er svona bara að opna hálínuna, E5 sterkuleikur. Hérna hefur við millileik með E6. Búm, hrókur bara H5 og þetta er bara tjaldið sko. Það er búið spil. Svartur lifir þetta ekki af. Biskupin er að fara á D3, tróndur bara H5 skák. Svo getur við bara langkrókerað. Bara að fara að máta svartan í róleitum held ég. Til dæmis biskup D3, langkrókun. Krókun vera H1, mát. Það er vist fleiri vinnisliði sko, ég er ekki. Þetta sýnir bara hvað er hættulegt að piði fyrir H5. Hvað aðri leikir eru hérna? D5. Og ef við leikum biskup F5, þá bara F3 stærst síns mér. Bara betra á hvítan, það er ekkert meira það að segja. C5, D5, E6 getur verið góður leikur, G4 er góður leikur líka. Þetta er svona combination eða stöðubrella og hérna er skemmtileg trikk, biskup H3. Þannig að drepa biskupinn, þá skákum við. Nú er kongur að vera H6, þá kemur hann G3 og vinnur. Hrókur F6. Og þetta er bara, já, þetta er bara hörmungarstaða á svartan. Hann lifir þetta ekki af. Þetta er nú mjög beinskeitt, direkt. Ok, B5. Biskup D3 er svona solid lausn, valdar á E4. En ég heit aldrei hrifin af H4 líka. Þessari peðsfórn hérna. Bara góð með svona sample line eða svona sýnidæmi. H5, blásum til sóknar, rittarinn getur farið á G3. Ef við byrjum náttúrulega að drepa G6. Rittari G4, tónum D2. Og hrókering. Og hér löngrókun. Hér sjáum við planið. Biskup D3, hrókur D1 og rittari G5. Svartur visslega piði yfir en piði skiptir ekki máli ef maður er mát.
það nú bara þannig, og mikið að veikleikum í svörtstöðinni. En fyrir svona varkárari skákmenn það þarf ekkert fórn á piðinu, þetta er ekki biskup D3, svona Semperline, H4, alltaf þeman í þessu. H5 hérna, sterkuleikur. Rittarður bara H5, löngrókun. Já, nú hrókutur bara H5 orðið hótun með getur bara H5 og hróku G1, syns mér. Þannig að svartu þarf að bregðast við annað gott með kongur H8 eða rittar F4. Byrjum á rittar F4. Rittar E2, fítleikur. Getur fara að koma honum í sóknina. Og rittar D7 bara að svara með F4. Það má alveg drepa hérna, en það gefur svörtum kannski óþra counter. Kongur B1 virkar mjög traust. Og hér erum við að leika hróku D1 og svo framvegis. Sjáum örvarnar. Það C5 annar leikur, F4. Og þetta teflir sér svolítið sjálft. Svartu fær að þessu smá counter náttúrulega. Það rittar F5 skemmtilegu leikur. Og þetta verðist vera unnið á hvítan. Við getum bara að drepa á F5 til dæmis. Þannig skipta mann yfir. Skal baka aðeins. Nú kongur H8 önnur varnar aðferð. Kemur í veg fyrir hrókutur bara H5 og hróku G. Rittar 1 og 2. Athyglisverður. Já, við getum prófað ýmislegt og F6 þá verðist þetta að vera frekar vænlegt sko. Og hér gæti þetta G3 hugsanlega verið möguleiki fórna galli. Þetta lítur vel út. F4 annar leikur. F5, þetta er svona sóknar tilbörðir, og GH1 að koma. Og svartur eru vissulega peð yfir en í vandræðum. Dróning F6. Já, rittar D7 annarleikur. Ég sé ekki að það breyti miklu, það er bara hróku D1 og hvítur með yfirbörða svo. Já, þannig að ég held að þessi stöðustilling sé gera það verkum eiginlega það er bara mjög erfitt að tefla þetta með svörtu sko. Þannig að fyrir þá sem hafa á pirk þá þarf eiginlega svartur að prófa eitthvað annað hérna, kannski A6 sé skárra, en ég skal ekki um það að segja. Ég þakka fyrir í dag.